förum núna norður á Strandir, alla leið í Norðurfjörð, þann nokkuð vonda veg sem liggur þarna norður Strandirnar, alla leið þangað sem að vegurinn endar, og hittum Vigdísi Grímsdóttur, höfund Dísu sögu. Vigdís, við erum komin hérna að heimsækja þig alla leið í Norðurfjörð á Ströndum, og ég hef nú bara segið eins og við ókum hingað frá Reykjavík, og þetta nú ennþá afskekktar en ég held að væri. Já, ég held að fólk ætti endilega að koma og keyra veginn, sérstaklega kannski að vetri til. Þá finnur það virkilega hvað ríkir mikið jafnrétti á Íslandi. Þetta eina afskekktasta-sveitin með vestaveginn. Já. En af hverju ertu hér? Það svo gott að vera, ég kom inn fyrst fyrir svona 12 árum síðan og var þá að taka viðtalið Gunnstein Gíslason hérna, vinn minn, fyrir RÚV. Og svo liði 5 ár og þá byrjaði María Guðmunds vinkonu mín að gera hérna heimildarmynd Strandirnar. Hún sko ættuð hérna úr Djúpavík. Og ég kom hérna eina helgi, það eru 4 ár síðan, ég hef ekkert farið. Þú ert hérna til dæmis á vetrum? Já, ég ekki á sumrin, það svo margt fólk þá sko. Og þá kaffihúsið sem ég fæ að skrifa í, þá það kaffihús. En svo þegar það lokar þá kem ég eins fljótt og ég get til að vera hérna. Það voða gott að vera hérna, það gaman hérna og það fallegt hérna og skemmtilegt fólk. Ég veit ekki, þetta algjör himnavist sem ég hef haft hér. En hvernig hérna á veturna? Það náttúrulega best á veturna. Það snjórinn sko, alveg óbóðslega fegurð. Og væri maður til dæmis náttúrulaus, eins og kemur oft fyrir fólk á mínum aldri, þá breytist það í snjónum sko, og vetrarhörkunni og kuldanum. Og fólki svo skemmtilegt. Það eigur náttúruna líka. Já, þannig að, en þú ert borgarbarn og alveg upp á Kleppsveginum í Reykjavík, hvernig þá að vera komin svona lengst upp í sveit? Í rauninni engin munur, maður alltaf með þetta sig, þennan sjálfa sig með sko. Og allstað það sem fólk, það líka, eru tilfinningar og ástin og allt þetta, þetta allt sama heimsþorpi sko, líka hérna, þó það sé afskekkt. Og margir eigi eftir að uppgöta það sko. Þannig að þetta líka nafli alheimsins, eins og Hrafn segir. Já, ég held að Hrafn hafi hitt á það. Það allstað sem við erum, segir Þórunn Valdimars. Það rauði punkturinn alltaf það sem þú ert. Ég er nú komin hérna aðalega til að tala við þig bókina þína nýju, Dísu sögu. Já. Það má kannski segja að þetta sé á fínum máli það sem heitir skáldævisaga. Já, ég held þetta sé ágætt að flokka þetta bara sem skáldævisögu, skáldaða ævisögu. Og ævisögu skálds? Já, ævisögu skálds. Já. En þú ert að skrifa raunverulega staði, raunverulega atburði, raunverulega persónur. Já, allt saman sko. Hvort sem það eru persónur sem búa hérna innra með mér, sem fá núna fyrst að tala og tala saman og hver fyrir sig og allt það. Eða hinnar sem hún Dísa segir frá sko. Hún rauninni verður til þegar ég 10 ára lendi í ofbeldi. Þú lendir í kynferðislegu ofbeldi? Já, og þá verður Gríms til, þessi í svarta sjálfinu. Og en þá Dísa 10 ára sko, og ég verður rauninni eftir þetta víkjandi persónuleiki. Þetta samt ekki svo þannig tvískipt að það veit ekki hvor af annar alltaf. Þannig að oftast, það hefur nú þó komið fyrir. En þetta svona það 2 persónur sem búa með mér. En önnur hefur verið ríkjandi því hún hefur verið frekari, það Gríms. Hún í rauninni 50, 10 árum yngri en Dísa, sem 60. Og hefur í rauninni ekki fengið að tjá sig, að segja nokkuð skapaðan hlut, opinberlega eða við nokkuð mann fyrir einmitt núna í þessari sögu sem hún vildi endilega láta heita Dísu sögu. Þetta jú sagan hennar og sagan það hvernig hún upplifir heiminn. Og þetta ekki endilega neinn sorgarsaga því Dísa ekkert fyrir neitt sérstakt sorgarkjaftaði. En hver þá munurinn á þessum 2 persónum, Dísu og Gríms?
Hann dálítið mikill. Já. Og ég held að menn sjá það sem lesa bókina, sko. Dísa til dæmis, hún voðalega hrifin af kjólum, gulum og rósóttum og þráir það einna helst að fara að fá frelsi til að kaupa sér eitt slíkan. Gríms aftur svona alvarlegri og vill taka ábyrgð á hlutunum og oft leiðileg, finnst Dísu. Já, hún klæði sig í svart. Gríms, já. Hún kom í svörtu og hún mun fara í svörtu. Dísa svona, já, manni finnst svona hreinskiptnari og hispurslausari meðan, já, Gríms á alla tilgerð. Já, hún eins og hefur gjarnan borið við í bókunum hennar, finnst Dísu. Nú ætla ég hvoruga þeirra að móðga, sko. Því ég þessi reglíf yfir þeim. Að þarna þá hefur það komið til dæmis fram í bókunum hennar, hún oft tilgerðarleg og fyrir kringun hlutina, tákgræn og hérna. Dularfull, það Dísa ekki. Nei. Þannig að þetta var skemmtilegt að skrifa þessa bók, að leyfa Dísu að skrifa einu sinni. Og ég ætla að vona hún fái það áfram. Það eiga eftir að gera einhver díl sín á milli það, stelpurnar. Já, en þetta alltaf dýnamíkin í bókinni, hvernig það takast á þessar tvær persónur. Já, og þetta svona alla daga, sko, inn í þessari úlpu. En svo hafa það nú dálítið margir búin að líta yfir bókina og þeir hafa sagt mér að það þekkt sig í henni. Að það þessi átök í manneskjunni. Þau eru kannski ekki verið að beinlínis út af því að einhver hefur lent í einhverju misjöfnu þegar hann 10 ára og upp stígur einhver svört, sko. Heldur þetta þessi átök inn í manneskjunni, það ég segi þetta, ég meina allt annað. Ég svona en alls ekki svona heldur hinsegin. Þú veist. Þetta sameiginlegt, held ég, þó það séu persónur fyrir mér. Og ég vona að þeir verði það fyrir lesandann, því þar eru það, þessar tvær. Þannig kemur einn persónan úr bókinni. Já, áhrifavaldur í lífi mínu. Já. Gunnsteinn Gíslason. Blessaður. Gaman að sjá þig. Þetta maður sem vekur það á mótnana. Já, þetta maðurinn sem vekur hana Dísu á mótnana. Og hann svona Ibsen áslagabúa. Þú stillir klukkuna þína eftir honum Gunnsteini. Hvernig að fá svona skáldkonu í sveitina? Það mikið álag. En þú svona allt í öllu hérna eða hvað? Nei, það verið að segja þetta, en það nú aldrei þannig, sko. Þú búinn að vera hérna í 80 ár? Já, ég búinn að vera hérna 8 ár. Já, ég fór nú stónd í burtu þegar ég var ungur maður, en ég kom alltaf aftur. En það ekki á svona litlum stöðum að það menn eins og þú sem að bera þetta alltaf á herðum sér? Já, ég gera það nú kannski ekki lengur, en það getur vel verið þannig að ég hafi gert það. Og vonandi hefur fólkinu fundist það. En nú ertu komin í bók hjá Vigdísi. Það virkilegt. Það ekki vita það. Hérna við þetta borð skrifaðurðu bókina á þessu kaffihúsi. Já, eiginlega í þessum sömu stellingum. Hún fékk sem sagt Dísa, sem segir söguna, hún fékk 2 mánuði til að skrifa hana. Og ekki deginu lengur. Hún byrjar þarna í byrjun janúar og hún lýkur henni 5. mars og fær ekki lengri tíma og það vetur og kalt og mikil snjór og það var mjög gaman að skrifa hérna því að útsýnið svo fallegt. Bara koma einhvern tímann hingað vetur til að sjá það, bara vera eitt hérna smá tíma heill. Það ótrúlegt. En það leið henni þannig þegar hún var að skrifa bókina. Hérna, vel, allan tíma. En tímaraminn sem sagt mjög strangur. Já, hann mjög strangur. Þannig að það eins og allt samskiptamynstur þessara tveggja kettlinga mjög strangt. Og dálítið hæp, ef það hægt að segja svoleiðis, í sjónvarp. Þannig að þú hefur verið að skrifa meðan hann Gunnsteinn mokaði frá húsinu. Já, ég vaknaði við hann, Gunnsteinn, og við Mástursljóðin. Ef ég svaf, því þetta var svo stuttutími sem að ég fékk til að skrifa bókina. Þannig að Gríms svo
rosalega ströng að maður varð að standa sig og klára hana. Ef skekinn maður fengi þá annað tækifæri til að skrifa aðra bók. Þannig ég stóð í rauninni, nú tala ég sem Dísa, ég stóð við allt mitt. Þannig ég ágröf á að skrifa aftur nýja bók. Og ég vona að vera hér. En það nefnilega svolítið fyndið að sko Dísa mjög krítísk á bækurnar sem eftir Gríms. Já, hún það. Enda fékk hún ekki að koma nálægt þeim. Okay. Og þessi fáskipti sem hún fékk, sem voru 1 eða 2 smásögur, þá voru þær teknar og ritskoðar á Gríms. Og að Dísu fannst eyðilagðar. Tekin úr þeim svona krafturinn. En það var ekki gert núna. Það var eitt af þessu skilyrðum sem var sett upp í samningi í byrjun bókarinnar. En það kraftur í þessu. Ég held að ég fari ekki nátt með því að segja að Gunnsteinn sem við hittum þarna áðan hafi verið allt í senn sóknarnefndarformaður og oddviti og kaupfélagsstjóri. Ég kannski að setja á hann einhverja titla sem hann átti ekki en hann var þarna störfum hlaðinn og rekur þarna ennþá reyndar gistingu fyrir ferðamenn í Norðurfirði.